Herru, kæru gestir, við erum komin í bíósmygl hjá Menningarsmygli á Samstöðinni og í þetta skiptið ætlum við að fjalla Hollywood, svona þessa stóru blockbustera, en kannski fyrst og fremst þann stærsta undanfarið ár, eina kannski virkilega stóru hittaran eftir að COVID kom, Köngulóarmanninn, Spider-Man, Far From Home. En áður en við förum í hana, þá ætlum við að kynna gesti þáttarins, Birtu og Arnar Eggert. Og við byrjum bara á Birtu. Hvaða herbergi ertu í? Ég byrja bara að spyrja því. Ég inn í svona spilaherbergi í Nexus. Oft spila D&D hérna. Ok. Og þú ert að vinna þar eitthvað, svona með svolítið hjá okkur með ekki? Jú, ég útskrifaðist úr háskóla í Bandaríkjunum í sumar og kom svo til Íslands og núna að vinna upp öll lánin mín og svona líka að spá í hvort ég að halda áfram að læra eitthvað meira. En í augnablikinu, bara vinna í Nexus. Góð plan. Bara að spyrja, hvað varst að læra og hvar? Ég var í söngleikjanámi í New York og svo átti ég að vera í LA, en það kom COVID, þannig ég var í Oregon hjá vinkonu minni, en var samt að læra í LA skólanum. Ok, þannig að bara New York eins og með Spider-Man og held ég fyrst að það myndir. Kunnug staðháttum. Já. En Arnar, tónlistarspekulant og háskólakennari, hvað ert þú svona að brasa þessi misserinn hefst? Já, ég nú ekki með jafn flottan bakgrunn og þið. Ég er upp í háalofti, sko. Skýrið þetta. Og smá, eins og ég segi, búið að handtaka mig af einhverjum glæpamönnum, sko. Er að tala fréttamannunum að ég hafi það alveg ágætt, sko. Nei, hvað ég að brasa? Ég að kenna við Háskóla Íslands, ég er félagsfræðingur með doktorspróf í svona tónlistarfélagsfræði eiginlega, eða svona menningarfélagsfræði. Ég að kenna í Háskóla Íslands fjölmiðlafræði og félagsfræði, meðal annars kúrs sem heitir félagsfræði dægur menningar, popular culture, eins og þetta heitir á ensku. Og það svona afsakar mína veru hér, sko. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. You botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry. Mikið rétt, Spider-Man Far From Home náttúrulega aðal umræðefni þáttanins, en við erum kannski líka að nota hana sem svona stökkpall til þess að ræða bara popkúltúr og stöðun í Hollywood svona almennt, þessari gömlu þungamiðju kvikmyndaheimsins, en leyfa okkur líka bara að taka myndinni eins og hún náttúrulega, sko, bara sem svona nokkuð skemmtilegri bíómynd og allt það. Og já, með talandi bara bakgrunnin, sko, að ég sattur í Prag og bökkum aftur í Spider-Man 2, sem að gerist að hluta til í Prag. Ég sá hana í sal, sko, þegar var nýfrumsýnd og það var bara svona alltaf klappað, sko, þegar þau voru, átt að fara til Parísar, en svo var skyndileg breyting á plönum, sko. En þetta getur verið stemningsmenn, sko, líka. En já, bara við vindum okkur í 3. Bara við byrjum á Birtu. Hvernig fannst þér? Mér fannst hún æðisleg. Ég fór
á forsýninguna með Nexus og það var svo mikil stemming í salnum. Það var bara þegar þeir birtust og bara alltaf þegar gerðist eitthvað sem var svakalegt að þá bara klikkaðist salurinn og bara þetta var svo mikil upplifun. Þetta var bara æðislegt. Vinkona mín fór á myndina svo einhvern tíma seinna og hún var að tala að hún og bróður hennar væru þau einu sem væru svona spennt og ég er svo fegin að hafa fengið svona allan salinn sem var svona góður sem náttúrulega ekki kannski endilega myndina en jú, mér fannst myndin góð. Það var stemming að því að myndin var svona geggjuð. En kannski hlutaði samt að út af því að það fjallar allar gömlu myndinar. Þurfti fólk það kannski að vera að lesið, þannig séð? Já, sko, ég til dæmis var ekki búin að horfa á Daredevil, þannig að þegar hann kom, þá var ég bara oh my god, akkur allir spenntir. Þannig að, jú, hefði verið fínt að sjá það, en ég held að allir hafi verið spenntir af því að það elska allir hinar Spider-Man myndirnar. Og það er svo gaman að sjá eins og þegar voru að tala web shooters, hvað fyrsti væri ekki með svoleiðis, það kemur bara út úr honum, það er alltaf svo skemmtilegt. Ég var búin að sjá svo mikið á netinu, það sem fólk var búið að vonast til að gerast og svoleiðis og svo var það að gerast í myndinni. Það var mjög gaman að sjá það. Já, kannski rétt að spyrja bara hver voru þín fyrstu kynni af Köngulóarmanninum? Sko, ég var að reyna að hugsa hver mín fyrstu kynni voru, en ég bara man það ekki alveg. Ég held ég var nefnilega séðan einhvern tíma bara þegar ég var 7, 8, 9 ára og ég man ekki endilega eftir að hafa hort almennilega á myndina, en ég man eftir því að ég spurði pabba minn af hverju við værum ekki með svona fjölskyldunöfn eins og í Bandaríkjunum og mig langaði að fá fjölskyldunöfnið Spider, þannig ég vildi vera Birta Spider og svo reyndi ég alveg 100% að klifra upp veggi. Það virkaði ekki, en það voru svona upplifunin að horfa á fyrstu myndina að ég reyndi að vera Spider-Man. Birta Spider, það er alveg að taka það við? Já. Vá. Ertu aðdáandi, Birta? Já, má nú segja það, sko. Ok, geggjað. Stór aðdáandi. En Arnar, hvernig komst þú inn í Spider-Man bara alveg fyrst? Sko ég er Spider-Man er minn maður. Ég er mikill Iron Man maður. En Spider-Man er svona algjörlega fyrsta ástin. Og ég er fæddur 74, þannig að 84, 10 ára gamall, kemst ég kynni við blöð sem Siglufjarðarprentsmiðjan gefur út. Sem voru svona íslenska myndasögur ævintýri annars vegar Köngulóarmannsins og síðan Hulk. Og ég keypti þetta alveg bara í hverju mánuði, rosaleg spenna. Ég man að fyrsta blaðið þá var Dr. Octopus mættur á svæðið og þú veist, ég geti ímyndað ykkur 10 ára og maður var að lesa þetta og mér fannst þetta bara æðislegt og maður fattaði samt ekkert þá, til dæmis ég var alltaf svona, ég 10 ára og mér fannst alltaf svo leiðinlegt fyrir Spider-Man hvað allir voru leiðilegi við hann, alltaf vera skamman og þú veist, þú ert of seinn með fréttina og þú ert búin að klúðra öll og eitthvað svona og það er greinilega þessi beina hversdagstenging sem er líklega ástæðan fyrir að hann er elskaður, af því að hann er bara við, sko. Þannig að ég bara, þetta voru mín kynna Spider-Man, les blöðin, rosa gaman og þið getið rétt ímyndað ykkur síðan þegar þessar myndir koma. Mín kynslóð var búin að bíða eftir alvöru bíómyndum okkar mann. Maður var bara raf gæsahúð þegar maður fór á fyrstu myndina, sko. En hvernig verður svo fundist myndinar takast í kjölfarið? Já, ég ætlaði einmitt að bregðast bara við því sem Birta segir að ég sammála, ég var rosalega hrifin, bara rosalega hrifin. Hún einhvern veginn, mér fannst hún, og við komum kannski að því betur á eftir, mér fannst hún algjörlega ná að pakka inn
risamynd einhvern veginn og bara vel heppnaður, svona blockbuster. Og við fórum hérna, ég og systir mín og bróðir minn og einhver börn, sko, ég næ ekki að selja unglingadætrum mínum þetta, en hérna, þannig að það svona 2 kynslóðir að fara, hérna, og við fórum hérna við systkinin og einmitt mikil stemning og maður var alveg bara stórkostlegt. Og þá í gegnum þá mynd, að því ég ætla bara að segja eitthvað frá því að mér hefur þótt Tom Holland rosa flottur, fílan, en ég svolítið svona geld varhug við öllu svona game-dóti. Og ef ég man rétt, síðasta mynd undan þessari, var hann ekki komin út í game með honum hérna Jake Gyllenhaal? Jú, akkurat. Og þá var ég að hugsa, því maður er að reyna að kaupa sér tíma, ég hugsaði, ég geti þetta ekki, ég ætla að sleppa þessu. En síðan horfði ég, og var ekki gammurinn í þeirri mynd líka? Jú. Já, og var bara, hvað segir þú Birta, hérna, var gammurinn í fyrstu Tom Holland myndin eða? Það var í fyrstu, eitthvað aðeins í tökinn það verið. Ég man þetta ekki, allavega mínar tilraunir til að hérna svíkja Spiderman voru algjörlega misheppnaðar. Af því að ég elskaði bæði þessa fyrstu Tom Holland mynd og þetta game touch þarna. Þannig ég fór mjög brattur inn í þessa mynd og bara elska hana líka, sko. En ég var síðan að rifja upp hinar rauninni gegnum þessa. Ég var svona dálítið orðinn ryðgaður, verði ég að viðurkenna. Sama hér, ég klúðraði að horfa á allar Spiderman myndirnar fyrst. Þannig að það var svona, já, þetta var að gerast. Já, ég veit. Það voru alveg skúrkarna sem maður var búin að gleyma, sko, þannig séð. En hvernig var, já, náttúrulega, síðan gerist það náttúrulega þeir koma allir þarna í rauninni, þetta er í rauninni svona eins og Avengers-myndina voru á undan, þetta er svona kannski eiginlega eins og sko reunion, að það ekki mæta allir og þú kannski skilur að þú mættir á hinn reunionin, að þannig bara svona hvernig var sko að hitta gömlu Spiderman og hvernig svona fannst ykkur þeir virka saman, þessi 3, Garfield og Maguire og Holland. Byrjum að Birtu bara. Mér fannst svo skemmtilegt að sjá, þú veist, þetta er náttúrulega, þeir eru allir sama persónan, en þeir eru allir svo öðruvísi. Þú veist, eins og Andrew Garfield, hann var svona lovable og bara, ég elska ykkur og eitthvað, og mér fannst það alltaf svo fyndið og svo var Tobey meira svona fullorðinn sem búin að gera þetta svolítið lengi, þannig að þú veist, þeir geta báðir litið svolítið upp til hans. Mér fannst þeir allir ná geðveikt vel saman og ég er búin að sjá, ég veit ekkert hvort þetta sé satt eða ekki, en ég er búin að sjá að það voru svo góð viðbrögð við myndinni að Sony er að hugsa að gera fleiri myndir með þeim 3 eða bara Tobey og Andrew og ég er svo til í það, sko, af því að þeir bara, já, mér fannst kemistriðin þeirra að vera svo góð og jafnvel þó að margt alvarlegt var að gerast að þá fannst mér, já, svo oft geta hlegið af því að þeir voru að gera svo góða hluti, þetta var svona feel good, bara öll myndin. Mér leist ekkert á þetta, ég held ég hefði frétt óvart af því að þetta væri mögulegt og ég sagði bara, heyrið hvað ég er alltaf fordómafullur, ég er að krefjast eðlilegra hasarmynda, hasarhetjumynda, sem ég er að heimta þið ómögulega. Og ég sagði bara, þetta bara verður eitthvað gimmick, hugsaði ég. Síðan er maður bara í myndinni, og þetta var svo ótrúlega vel útfært, þetta var bara dásamlegt, sko, og ég vil nefna vel leikið, þetta var bara svona Óskarsverðlauna stemningarna, sérstaklega frá Garfield verð ég að segja, hann var rosalegur. Og það kom þetta aldrei óvart að því að Maguire var svona eftirminnilegur hjá mér, að því að hann var hann í fyrstu myndunum og þá var maður heitur. Og einmitt, eins og hefur oft verið talað svona, það er sagan, hvað segir maður, ekki díalógur, ég vil að segja svona, nú er ég reyna að vera fræðilegur, þú ert með þetta á hvað segir þið? Handritið eða? Nei, það er svona viðtekið fram að þessari mynd að þessar myndir Garfield hefði verið hálf misheppnaðar.
það svona, já, svona orðræðan hefur verið þannig bara, og bara, það bara samþýtt, já, það var það Maguire, það var gaman, síðan komuð þarna Garfield og það var hálf misjafnt. Og það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig þær eru núna að fara í gegnum einhvers konar uppreist æru og bara, og þetta kom mér svo mikið á óvart. Ég var svona hálfpartinn búinn að gleyma honum, síðan kemur þessi mynd og hann bara rosa flottur og bara, ég verð bara rosa leikstjórum og handritshöfundum að hafa einhvern veginn púlað þetta, sko. Magnaður, sko. Ég náttúrulega hef alltaf verið Garfield maður, sko, ekki kannski endilega myndin hans, en mér fannst einhvern veginn Maguire vera aðeins oflúðalegur og Tom Holland vera aðeins ofmikið spaði, en Garfield var einhvern veginn akkurat svona minn kóngulamaður úr blöðunum einhvern veginn, þú veist, svona rétti tónninn, sko. Já. En kannski eitt verðandi, sko, Arnar, þú nefndir svona Spider-Man hafi verið þinn maður, sko, alltaf blankur og svona, sko, og síðan kannski væri hann farin til game og þú var svona pínu skeptiskur. Já. Ég rakst á grein hjá Jakobín sem svona skemmtilega kommunistverfið sem dulur að skrifa bíómyndir og popkultúr. Þar sem að þeir spyrja eiginlega bara what happened to the friendly neighborhood og svo svíf working class Spider-Man. Og inntaki var alltaf að þeir voru ekki sáttir við að hann var alltaf komið með sko Iron Man sem svona milljarðamæling til þess að millja undir sig. Að þetta væri, þú veist, öll vandamál þess að nýja Tom Holland Spider-Man væri rauninni bara lúxusvandamál. Já, einmitt, af því hann svona skjólstæðingur Tony Stark. Já, í rauninni. Og það vantaði sko harkið í hann alltaf, sko. Já, ég meina, vá, þá verðist það vera einhvern veginn mínum bænum svarað af því ég vorkenndi Spider-Man alltaf svo mikið fyrir að vera í þessu harki, sko. Og svona, en ég viðurkenni það, ég spáði lítið í þann vinkil, sko. Ég man bara þegar Tom Holland var að koma inn í þessar Avengers-myndir, mér fannst hann svo rosalega ungur fyrst, ég bara byrju, vá, en mér fannst hann samt svo flottur, hvað var hann gamall, 1920 þegar hann var að leika þetta? Já, mér sagði eitthvað, fyrstu myndin var bara, já, 18-19-20. 18-19, sko, og en greinilega mjög, þessi drengur greinilega bara mikill hæfileika leikari, sko. Mér fannst hann einhvern veginn svona náði þessu ofsalega vel, sko, og þú veist, mér er svo merkilegt, nú veit ég það ekki, en þú veist, hann kemur inn í Avengers sterkur og þú veist, mér finnst það vera bara eitthvað svona orka í honum sem bara, einhvern veginn, ég er skotin í honum, sko, og þá er greinilega hægt að reboota þetta í þriðja skiptið. Ég veit ekki hvort að það var ástæðan af því að hann væri svona flottur í Avengers, en mér finnst þessi reboot mjög skemmtileg. Þetta er og eins og þessi nýjasta mynd, það er allt í henni einhvern veginn, sko, og bara æðislegt, sko. En Ég ætla að segja, fyrir ekki Ásgeir, þú náði mér ekki neinar svona marxískar kenningar, ég er bara að tala um hvað Spider-Man sé æðislegur. Það kemur. Já. En Birta, hvernig er svona bara stemningin í Nexus búðinni með Norðana? Hver er sko þeirra Spider-Man? Það sem þreymur. Er ekki þeirra að rífa svona skólalega? Allir í Nexus gætu verið einhver svona Avengers, sko. Það er góð spurning. Ég þorði líka ekki að segja það, mér finnst eiginlega allir geta verið Spider-Man eða einhver annar ofurhetja. Kannski vil ég bara vera Spider-Man. Þú ert alltaf Birta Spider, sko. Já, Birta Spider. Já, þetta er náttúrulega viðkvæmt umræðum á vinnustæðum, sko. Já. En síðan er náttúrulega í þessu, sko, svona ákveðin tvist sem að þú veist, það er nógu langt síðan var sýnd, það eru örugglega flestir búnir að vita sem að vilja vita. Þannig að, til dæmis með skúrkana, hvernig þeir eru svona, þetta er í rauninni kannski pínu, endurhæfing, sko, fyrir þá þessu liti. Þeir myndum að það þurfi ekki að drepa það og að setja það í fangelsi, það sé hægt að bjarga týndum sálum. Fannst ykkur það að vera virka?
mér fannst það svolítið skemmtilegt af því að, þú veist, jú, þetta eru vondukallar, en svo þegar maður byrjar að kynnast þeim betur og svoleiðis að þá eru ekkert endilega vondir. Þetta er svolítið svona eins og hérna Loki, skilur, hann var vondukallinn, núna er hann, þú veist, elskuð hetja með sinna eigin þætti. Og mér fannst það vera svolítið svoleiðis í þessari mynd. Þú veist, það var pínu svona Disneylegt að hérna redeema alla vondukallana og svoleiðis, en mér fannst það virka. Sérstaklega af því að til dæmis eins og hérna Green Goblin, hann réð ekkert við þetta og hann var svo góður, hann var svo vondur það var svakalegt sko, en mér fannst það virka í þessari mynd. Það var, fyrst þegar ég sá það var ég svona, veit ekki alveg, ég þarf svona aðeins að sjá meira og svo í lókmyndarinnar þegar það voru allir að vera góðir og það voru ekki allir sem að vildu strax láta, þú veist, laga sig. Og mér fannst það gott. Það voru ekki bara eitthvað, já, ég er tilbúin. Þannig að það var konflikt í því og mér fannst það virka mjög vel. Já, það er kannski líka bara hægt að líta það sem frekju, að þú veist bara að breyta þeim eftir þeirra höfði, sko. Já. En Arnar, hérna... Já, sko... Eins og þú sagði, sko, já, mikið af svona óvinum komnir hérna og eins og þegar ég var að lesa þessi Siglufjarðarblöð, þá var Dr. Octopus alltaf í blöðunum, sko. Þannig ég skynjaði hann alltaf sem svona höfuð óvin, Spiderman og svolítið flottur karakter, svona gamall misheppnaður vísindamaður einhvern veginn, svona einhver gleraugnaglámur og svona Revenge of the Nerds element í honum, sko. Og bara mjög gaman að sjá hann þarna. Green Goblin einmitt, sko, Willem Dafoe þetta með svakalegan, sko, þar sem hann bara landaði öllum Óskarsverðlaunum heimsins bara með einu augnatilliti, sko. Ótrúlegt að sjá þetta. Og alveg magnað, sko, og en já, og síðan sko pínu off topic, ég er að hugsa hvaðan Michael Keaton er það ekki, sem lék Gamminn, hvað hann var flottur, sko. Ég man nefnilega eftir Gamminum í einu blaðinu, sko. Hann var mjög flottur, en þar var Gammurinn svona nýræður kall, sko, í blöðunum, sko. Hann var aðeins yngri þarna í myndinni en vel heppnaður, sko. Þetta er eitt af þessum sem má ræða örugglega heilt yfir, svona hvernig þú stillir fram þessum þessum óvinum í þessum myndum, sko. En væri einhver, svona fyrst að þetta byrja, einhverjir svona skúrkar sem að þið myndu vilja bara sjá aðra í endurhæfingu? Og óvinni Spiderman þá? Eða bara Marvel, þessuna, sko. Já. Ég held að það er gaman að sjá Hella aftur, eða Hel á íslensku goðafræði, en mér fannst hún alltaf svo geggjuð. Og náttúrulega Cate Blanchett bara algjörstæði. Það getur náttúrulega verið bara uppgrip fyrir norrænu fræðinga, hvernig finnur hið góða í Hel? Líka þegar hún nefnir þetta Birta, wow, að því að sko, að ég búinn að sjá allar þessar Marvel-myndir og að því ég býst við að við munum tala um þetta aðeins og eftir, að þú veist, maður man þetta mismikið, sko, að því hún nefnir svona, það eru karakterar þarna, það er komið rosalegt galleri, sko, sumir eru svona eftirminnilegir, sumir ekki, og síðan bara hvernig þetta blæðir inn í mismunandi myndir og þessi er að poppa upp þarna og hinn er að poppa upp hinum megin og bara, nú er ég farin að hugsa bara upp að ég er að spá líka í þú þarf til að taka mér orðið, Ásgeir, ég var að hugsa svona blærinn á myndunum, sko, ég er að hugsa myndir eins og Ant-Man sem er meira sprell, Spiderman sem er minna sprell og svo framvís, en taktu stjórnina, þetta kom út af teinunum, sko.
Já, það hafa kannski sko, það sem er kannski pínu gert að sko finna hvaða kvikmyndagrein sko hver karakter að þú veist bara Ant-Man þú veist, ég meina Ant-Man kannski í blöðunum pínu misjafna persóna út að taka nóg alvarlega oft en að það fer bara og tekur Ant-Man sem, þú veist, komik karakter sem hann náttúrulega, að þá kannski virkar þetta og þannig að þetta þannig kannski lausnin einhvern veginn að finna, þetta, þú veist, þetta gafmynd, þetta vestri, þetta hrollvekja, sko. Eins og þeir eru til dæmis átt að gera með Dr. Strange, síðan manni. Nei, einmitt. En einmitt, bara talandi sko ástæðan fyrir að mér langaði aðeins að taka, þó að Spider-Man væri aðal umræðefni, að taka svona pínu snúninga á, sko, hinum stóru myndunum sem voru að koma nýlega, West Side Story og nýju Matrix-myndinni og Ghostbusters að kannski, Ghostbusters var kannski eina sem ásamt Spider-Man gekk vel, en það sem allar sameiginlegt að þú þarft eiginlega að mæta lesin í bíó. Að sko kannski sérstaklega Spider-Man og Matrix, að þú veist, þá rauninni bara endalaust verið í rauninni að vísa í, þú veist, gömlu myndinni Spider-Man rauninni orðnir sko aðrar vittir. Í Matrix gömlu myndinni orðið tölvuleikur. Í West Side Story þú veist, ein eftirlifandi aðaleikuna orðin í rauninni svona guðmóðir myndarinnar og birti sem framleiðandi og leikari í henni. Og í Ghostbusters þetta sko, gömlu myndinni orðna svona YouTube-klippur sem að krakkarnir að finna, sko. Já. Og bara, spyr þig Arnar einmitt bara sem svona popkúltúr fræðigur, sko, hvað segir þetta okkur að við erum í rauninni svona mikil endurvinnslu? Já, þetta, sko, og við þekkjum þetta líka músíkinni, þar sem bæði tónlist samtímans og og bíómyndum, þetta recycle element, sko, og sem bara mjög athyglisvert. Það talað þetta fanservice og ég með tvo svolítið sterka punkta Marvel, en ég ætla fyrst að svara þess með þessa myndi sem þú nefnir. Af því að sko af því að ég hef ekki séð neitt af þeim, sko, og en það segir kannski ýmislegt, sko, núna getur maður lesið dóma og svona. Ég var tilbúin í Ghostbusters, bakkaði út bara því ég las að þetta væri bara ekkert skemmtilegt. Matrix, ég ekki það mikill Matrix nörd að ég svona, ég ætla bara að sleppa þessu miðað við það sem ég var að heyra. Og West Side Story hef ég ekki séð, sko. En eins og lýsir þessu og hvernig þetta lagt upp, mér finnst þetta mjög svona áhugavert, svona, allt svona self-referential og passað að tikka öll box. Og bara tvennt sem ég ætla að segja þess með, bara til að koma inn með þennan punkt, og nú get ég komið smá marxist element inn í þetta og kapitalist, að hvernig við erum í rauninni flækt inn í þennan Marvel veð. Þú veist, ég elska þessa myndir, ég dýrka þetta, ég þarf að horfa á þetta allt saman og ég þú veist, háður þessu. Og mér er svo merkilegt hvernig þú ert gerður líka háður þessu, af því að þér eru þetta gefin verðlaun. Þú veist, þú horfir á Dr. Strange og það kemur eitthvað já, heyrðu, þessi, hann var í þessari mynd, djöfull er ég klár. Það er svona lítið dópamín sem þú færð, sko, og smá svona besservissera bensín sem þér er skammtað. Og síðan þetta að þurfa einhvern veginn að þurfa í rauninni að vera búin að sjá allar til þess að geta verið talfær við annað fólk, að þú þarft einhvern veginn að þekkja allan heiminn, sko. Og þú veist, það alltaf gefur allan smá bónus, sko. Og sér maður líka að lesa eitt, smá fyrir ykkur til að kjamsa á, að ég var að lesa grein það að þetta er svo rosalegi blockbusterar, Marvel blockbusterarnir, að þeir eru farin að covera svo mikið. Ég var að lesa svona dauða gamanmyndarinnar í Hollywood, að þú ert bara komið núna, bara, heyrðu, viltu sjá stóra bíómynd? Ég ætla að bjóða þér bíómynd sem heitir Spider-Man, No Way Home. Það er gamanmynd, það er drama, það er sci-fi, það er spenna, þú ert með 7 element covered. Þannig að þú getur sparað þér að búa til 7 bíómyndir, gerir bara eina mynd, sko, sem með öllu draslinu,
og hefur 2,5 tíma. Allir sáttir, sko. Mér finnst þetta, nú ætla ég að senda þetta til ykkar, tveggja. Eru þið sátt? Já, þetta kannski það sem var svona kannski umræðefnið óháð Spider-Man sjálfur, sko, og hennar kostum og göllum, var að þetta var fyrsta stóra COVID-myndin, bara miklu stærri en nokkuð annað sem hefur komið í bíó eftir þessi veira hérna kom. Og það voru allir bara svona, annars voru fólk bara svona, ok, þetta að bjarga Hollywood, þú veist, bara menn náttúrulega búin að ágera bíó, bara með tóma sali og allt það, sko. En hún var líka að taka, sko, 90% af öllum seldum miðum. Og þá bara, já, hún þessar 7 myndir, þú veist, það engar hérna, það ekki súrefni fyrir hinnar. Þannig að það svona spurning hvernig, sko, hvernig einhvern veginn þetta að finna, þú veist, hvernig þetta að finna plássi fyrir þær. Þegar að bara Marvel og, þú veist, stóru myndirnar einhvern veginn að taka allt plássið. Komdu með svarið, Birta. Ég sá einhverja grein sem var að tala hvað framtíðin að þá verður bíó bara Marvel. Það verður engar aðrar myndir í bíó nema bara Marvel myndir. Og það alveg sorglegt af því að það eru aðrar myndir sem eiga skilið að vera í bíó. En svona, þú veist, Disney að kaupa allt og Marvel mjög stórt hjá Disney, þannig að kannski endar þetta bara að Disney og Star Wars verður eina sem verður eftir í bíó. Þannig að allan að þessum En þú veist, þetta eitthvað sem þið samt í alvörunni búist við, eða eitthvað að fara að breytast í hina áttina? Ég held ekki, sko. Ég held þetta sé bara grein sem einhver skrifaði, þú veist, það alveg áhugavert að lesa það. Ég var með kenningu af hverju hina myndirnar voru ekki af hverju þeim gekk ekki jafn vel og Spider-Man. Það sem sagt að því að Matrix fólk bara vildi ekki fá remake af því að það elskar myndirnar og þá ég búin að heyra svo marga tala illa remakeið og hvað þau voru að vitna allt og mikið í gömlu myndirnar. Ég ekki búin að sjá Matrix en þetta bara svona mín kenning og bara að fólk var ekki með jákvæðan huga að fá 4. myndina. Og svo með Ghostbusters, það búið að gera remake með konurnar sem Ghostbusters en henni gekk samt örugglega vel af því að þau voru með svona topp leikara í þessu, allir krakkaleikararnir úr Stranger Things og eitthvað sem allir elska og svoleiðis. En þú veist, það búið að gera remake úr henni, þannig að þess vegna var fólk kannski ekki jafn spennt að fá annað remake. Og svo West Side Story, það fullt af fólk sem elskar söngleiki, en með til dæmis Marvel og svo fólk sem elskar söngleiki, það miklu meira fólki sem elskar Marvel. Og líka það sem gerðist með West Side Story að hún átti að koma út miklu fyrr. Þannig að hún átti að koma út löngu á undan Spider-Man en út af COVID þá þurftu þau að fresta alltaf aftur og aftur hvenær hún kom út. Þannig að ég held að henni hefði kannski gengið betur ef að COVID hefði ekki truflað. Ég held að upprunalega planið hafi verið 2020, sko. En ég man það ekki alveg, það komið svolítið síðan af því að það búið að fresta henni svo mikið. En þess vegna held ég allavega að þær 3 voru ekki endilega stórar og Spider-Man. Ég finnst þetta mjög áhugaverðar umræður. Það segir sig kannski sjálft, ég meina Marvel, ég meina búið að tryggja það þetta hvernig þú venur fólk við, að maður veit nokkurn veginn hvað þú ert að fá, sko. Þú veist, þó það sé ekki nema bara filterinn, sko, litafilterinn, sko. Þú veist nokkurn veginn hvað að fara að gerast, sko. Og við, þú veist, dýrvanans og allt þetta, við sækjum í eitthvað. Þetta bara eins og þegar maður keypti þetta myndasögublað einu sinni í mánuði, maður vissi nokkurn veginn hvað maður var að fá. Þannig að þetta meira, finnst mér meira risk sem þeir að taka með Ghostbusters og West Side Story og allt þetta. Og bara þannig að þú veist, þess vegna eins og þú segir Birta, það var auðveldara kannski að reikna út. Þetta yrði farsælt með Spider-Man.
en en síðan hef ég líka verið að hamast stundu því ég nenni því að ég sé það hér að ég í safe space með aðdáun mín á Marvel en síðan maður ofta að rífast við eitthvað sko, þú veist, sem þótt fáránlegt, alltaf eldra fólk en ég sem að níða þetta eitthvað niður ég hristi bara hausinn sko. Það kannski eitt í því með sko heimur versnandi fer á bíó eða þá samt sko fór ég að rifja bara því svo Matrix að Matrix var stóramyndin 99, stóramyndin 98 var Armageddon sem var náttúrulega bara eitthvað heilalausta mynd sem Hollywood hefur pródúserað sko og einhver liti var þú veist bara svona late 90s heila fram að það verða svona smá kvört þegar Matrix kemur og Fight Club og svona sko að stóru myndina rétt á undan voru bara oft algjörlega heilulaust popcorn sko og miða við þær í rauninni sko bara þú veist nýja Spider-Man myndin eiginlega bara svona fyrir kjarnorkueðlisfræðinga líka við sko og og það var eitt sem að ég man að var sko alltaf það var alltaf tekið fram með framhaldsmyndir að það voru sjálfstöð framhald. Það alveg hægt. Að núna eiga það ekki verið sjálfstöð. Og kannski, saknið þess að þurfi ekki að geta farið í bíó bara og ekki, þurfi ekki að rifja neitt upp fyrirfram. Ég persónulega á mjög erfitt með að horfa á ekki réttri röð. Þannig að sama hvort að myndin tengist eða ekki, þá þarf ég samt alltaf fyrst að horfa á mynd númer 1 og svo mynd númer 2. En ef það kannski tengjast ekki, þá þarf ég í rauninni ekki að rifja upp mikið. En ég hef alveg sleppt bíóferðum af því að ég þurfti að horfa á mynd 1 fyrst, áður en ég gat farið á mynd númer 2 eða 3 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er bara svona eitt svona persónulega þeng. Ég þarf alltaf að horfa fyrst á það sem kom á undan. Já, ég held líka sko það framleitt svo ótrúlega mikið af kvikmyndum að ég held að fólk gleymi því stundum auðvitað, við getum alveg spáð og spekulera því Marvel að taka allt yfir, endar þetta allt í Marvel myndum en miðað við content framleiðslu heilt yfir manni finnst bara ekki vera eðlilega mikið framboð af alls konar dótaríi þannig að þú veist, maður getur sinnt Marvel nördinum í sér samhliða því að horfa á einhverjar ungverskar listræna myndir einhverjar breskar hversdagsmyndir og bara og svo víðari en og mér líka dálítið merkilegt þannig að ég ekki ágjör af því sko þannig að það er hægt að gera þetta allt en mér líka dálítið merkilegt ég var að ræða þetta við vinkona mína bara um daginn að ef við tökum bara Endgame að mér hefur þótt fyrsti klukkutíminn í Endgame, þetta bara eins og horfa á mynd eftir Ingmar Bergman sko. Og rosa hægt tempo, mikla pælingar og svona myndavélin látin hanga í einhverju prófíl skiluru í 4-5 sekúndur sko. Þú veist sérstaklega þegar Tony hann í gameskipinu alveg í byrjun rosa flott sena og litirnir og allt þetta og mér fannst það vera svona fullkomnun á hvernig þeir eru búin að reikna út markaðinn Marvel Þetta svona nægilega edgy fyrir pælarana en ekki of edgy svo að Jóa Bólnum hlaup ekki gargandi í burtu frá þessu sko. Þannig mér finnst eins og sé búið að covera bara allt að bara þess vegna eru allir að fara á Marvel þeir eru búin að netið svo rosalega vítt finnst mann Og ég meina, væri Ingmar Bergman ekki bara að gera óriðmyndir ef hann væri eitthvað upp í dag? Ég meina, sjáðu Eternals, hver leikstýrir henni? Já, einmitt. Já, Eternals, sem náttúrulega bara með Óskarinn á hillunni, sko. Eternals, sko, leikstýrt af já, þú veist, leikstýrt af henni sem gerði... Já, Chloe Zhao. Já. Sem var kannski myndi sem hann fannst fara jafnvel skrefi of langt, sko. Þetta var eitthvað svona skríti hjónaband, sko. Varstu búin að sjá hana, Birta? Já, búin að sjá hana. Do tell. Mér fannst hún góð, af því að fólk, það var svo margir sem voru stressaðir yfir henni og það er náttúrulega svo margir búin að segja að Marvel sé bara búið eftir Endgame, þannig að það var svolítið mikið pressa á
Eternals en jú, mér fannst hún fara miklu lengra en aðrar Marvel myndir til dæmis eins og með parið og allt þannig en mér fannst það samt ekkert eitthvað of langt en það kannski bara af því að ég þú veist bý á Íslandi, ég búin að sjá svona hluti í myndum og það ekkert nýtt fyrir mér en ég sá þessa mynd með vinkonum mínum í Bandaríkjunum og þær eru allar bara, wow, hvað er þetta? Þetta er eitthvað sem maður sér aldrei, sko. Þannig að það var svo skemmtilegt að sjá munin á því. Hvað voru þær þá að meina? Höfðu þær ekki séð? Já, þú veist, bara, þú veist, senan á ströndinni þar sem þau eru, að gera sitt þeng að, þú veist, þær eru ekkert vanar að sjá svoleiðis til dæmis í Marvel-mynd og, þú veist, ekki endilega bara, þú veist, jú, það er kannski búist við þessu ef það eru að horfa á eitthvað rom-com eða eitthvað svoleiðis, en að horfa á ofurhetjumynd, þá var það svona, hvað er að gerast? Eitthvað svona svoleiðis. Ég var bara búin að sjá hluta, er þetta eitthvað svona kynlífstengt, sem sagt? Já. Ég meina, Amerikanar og nekt og kynlíf, þeir hlaupa gargandi í burtu, sko. Já. Þannig að hvernig eftir þeir eftir að fíla verbúðina? Já, þetta er ég á breska vini og maður þarf einmitt að maður þarf að neyða þá í sturtu, sko, í sundlaugunum, sko. Það er bara, það er eins og það er, sko. Já, ég var nefnt tók samansmáða bara tölfræða, ef að COVID árið mikla 2020 þegar enginn fór í bíó og er undanskilið, að þá eru sko 10 vinsælustu myndir síðustu ári í Bandaríkjunum, endurgerðir, framhöld, byggðar á þekktum bókum eða ævisögu þessara söngvara. Eina undantekningin sko, nýjasta undantekningin var frá 2013 sem var Gravity. Svona pínu sjokkerandi sko statistík. Að þú veist, Gravity er í rauninni svona nýjasta topp 10 myndin sem er alveg ný. Þú veist, alveg frumsamin. Áhugavert, já. Og þú veist, en þá fyrir maður að spyrja sig, sko, þú veist, á COVID-árinu, 2020, það var fyrsta ári í meir en öld sem að vinsælustu myndin í heiminum var ekki bandarísk. Að það voru raunar tvær vinsælustu voru kínverskar myndir, The 800 og sko, þú veist, er þetta einhver veikleika merki á Hollywood, að hún sé í rauninni, þú veist, að keyra sig í kaf í endanum. Er Kína að taka yfir? Ég meina, þeir eru bara að ritskoða Fight Club og Já, jú, ég held að það sé alveg þess verið að velta þessu fyrir sér, sko, þegar Kínverjar er alltaf, þú veist, er einhvern veginn að vestræna væða sig meira og meira á sínum forsendum samt virðist vera. Suður kóreskar myndir, mjög vinsælar og þú veist, ég hef verið svo hrifinn af þessum myndum hans Korita, Japananum og með síminkandi heimsþorpi og betri nettengingum og sprelllifandi sjóræningja síðum, þá bara er þetta allt einhvern veginn bara á borðinu hjá okkur, sko. En það er svona kannski ekki einfalt svar við þessu einmitt sem við ætlum að reyna kannski að leysa, þetta með staðan í Hollywood og hvernig Hollywood er líka bregðast í streymisveitna þróun. Og þetta sem ég er að heyra, það er hægt að gera svona blockbustera, gott og vel og þið verið að svara því fyrir mig, sko, að ég er að heyra það að svo Netflix og svona veitur vilja fá ódýra myndir sem eru kannski fyrst og fremst með gott handrit og sniðugar, sem sagt hægt að láta hlutina líta almennilega út en fyrir minni tilkostnað. Ég veit ekki, þetta er alveg stórmerkileg þróun. Ég meina, kona mín horfum mikið á franskar myndir og nú er Netflix bara orðið franskt hjá okkur út af algoritmanum. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá þetta gerast, sko. Birta, þú ert náttúrulega á gólfinu í Nexus og bara kunnin, eru þau að spyrja meira eitthvað sem er ekki endilega amerískt? Ekki eitthvað mikið, sko. Það er náttúrulega fullt af fólki búið að spyrja Squid Game, popfígúrur, af því að Squid Game er náttúrulega rosalega vinsælt.
Annars hef ég ekki tekið mikið eftir því að fólk sé að spyrja eitthvað sem ekki bandarískt, en það kannski bara af því að það svo mikið bandarískt í búðinni. En svo náttúrulega alveg fullt af fólki sem kaupir manga og svoleiðis sem náttúrulega ekki bandarískt. En til dæmis svona eins og bíómyndir og leikföng og fígúrur og föt og alls konar þannig, það yfirleitt held ég bara frekar svolítið bandarískt eða kannski brest eða eitthvað, en mest held ég í bókunum eins og manga og svoleiðis og svo svona einstaka bíómyndir og þættir og svoleiðis. En Squid Game kannski byrjun á einhverju með Parasite, þú veist, það eitthvað svona. Já, það náttúrulega Parasite og Squid Game var bara sturla, sko. Það gæti alveg verið, sko, og en manni finnst þeim þegar ég kveiki á segjum Netflix, og ég horf ekki mikið á Netflix, en þú veist, maður sér bara hverju pússað á þig, sko. Og það þetta treysta á þetta líka að gerast á Spotify, þessi play-takka-væðing. Ég vilja helst þú fari bara inn og hugsir ekki og íti bara play, sko. Og mér finnst það svo áhugaverð pæling, sko. Ég með annan móla handa ykkur sem verður gaman að heyra hvað þið segið, Birta og Ásgeir, smá það dálítið búið að kvarta yfir Boba Fett þáttunum. Já, ég eftir að Já, það dálítið verið að kvarta, sko. Það og töða, og ég einn af þeim, ég svona not impressed, og og þá var ég ég alltaf að dulbúa, þetta eru nemendur mínir þegar ég segi ég var að tala um vinkonu mína og vini mína, sko, sem gott, sko, ég með fullt af nemendum sem að skrifa svona ritgerðir popular, popkultúr, og ég að fá ritgerðir Marvel og svona pælingar, og ein pælingi var þessi, ég var að tala við einn nemanda minn þetta og hann hefur mikið verið að spá í þessari þróun og við vorum að kokka upp eitthvað að þú veist, í gamla dag þá var þetta svona pulp, ódýr komik sem er bara prentuð á lélegan pappír og út með þetta. Síðan kom einhverjar rísa flottar, geðveikar Hollywood, sko, big budget myndir með Boba Fett, þar sem bara verið að fæða markaðin. Erum við komin í einhvern heilhring, sko? Þú veist, lélegt efni, bara dundra þessu út, Boba Fett eitthvað, fáum mánudags handritshöfundana til að henda upp handriti og bara on with the show. Ég meina, hvað haldið þið? Ég er búin að sjá alla þættina sem eru komnir og mér finnst þeir svona misgóðir, en það kannski líka þá bara til dæmis einn leikstjórinn. Ég var að tala við þetta við sem vinnum með mér og vorum að tala hvað einn leikstjórinn svona, kannski svona að missa sitt touch og þess vegna voru þeir þættir ekki jafn góðir og þættirnir sem hann leikstýrði ekki til dæmis. En já, Var það hann Robert Rodriguez eða? Mér minni það, þátturinn með kappaksturinn og eitthvað sem var held ég lélegasti kappakstur sem ég sé. Var svo hægur. En já, mér búið að finnast þetta alveg gott, sko, og svona áhugavert að sjá hvað að gerast og svoleiðis ég búin að sjá fólk á netinu að tala hvað hann virðist vera ógeðslega veiklegur og þú veist, ekki vera jafn sterkur og hann var, en svo ég búin að sjá svar við því líka, þú veist, jú, hann var étinn af stórum sandorm og þú veist, dónastu því, var svo í eyðimörkunni með engu vatni og þú veist, það veikir mann alveg, þannig að þú veist, mér fannst það svolítið en ég held að ég sé mest bara svona forvitin að sjá hvert þetta fer. Ég held að þetta sé svolítið upp á sko nostalgíuna hjá fólki, en samt svona að gefa eitthvað nýtt og fá nýtt svona fanbase inn. Þú veist, hafa bæði fólk sem elskaði Boba Fett áður
og svo líka að fá fólk til að kynnast honum núna og fá meira nýtt fanbase til að geta haldið áfram svo seinna að gera fleiri myndir. Við erum kannski að sjá núna bara í beinni útsendingu, þú veist, kynslóðamunin. Ég held að mín kynslóð, þú veist, ég var 6 ára þegar Empire Strikes Back var frumsýnd, að mitt fólk bara eitthvað svo sturlað, með sturlaðar kröfur hvernig Boba Fett á að vera, sko. Ég held að það sé aðalega þetta fólk sem að duga, sko. En það sem þú talaður sko, í rauninni hvort þeir sé að fara að mjólka þessu út til eilíðar. Já. Að ég held að svarið því sé bara að þeir geta gert það á meðan þeir halda þessu góð. Að þú veist, á meðan að gæðin til staðar, þá getur rauninni haldið áfram, en það kemur að því alltaf að þú þurrmjólkar. Að bara, þú veist, einhvern veginn, andagiftin farin og þú veist, það engar sögur eftir að segja, sko. Og það bara að sé það aftur hjá Hollywood, þú veist, bara tökum þessa stóri, þú veist, söngleikir í Hollywood voru bara málið fyrir 60 árum síðan. Núna koma þeir sjaldan og ganga oft illa. Já. Og bara þetta nefndi Armageddon sem var svona kannski, það var einhvern veginn svona pínu, eins og kannski endastöðin á sko hasarmyndunum sem við, Arnar ekkert ólust upp við. Og ég man að þú veist, Die Hard kom og var alltaf hröð og það var alltaf gaman. Síðan fór það að vera hraðar og það fór bara hægt að make nokkuð sens. Og það þýddi bara að það einhvern veginn hætti. Að það kom eitthvað nýtt, einhvern veginn. Og þú veist, svona hasarmyndir einhvern veginn, það eru til en þá í dag, en það eru ekki sko jafn stórar. Þú veist, Marvel tók við af þeim og svo tekur, held ég að hljóta eitthvað annað að taka við af Marvel einhvern tímann sko. Að það hverfur kannski ekki, en það verður ekki jafn líkjandi. En Birta, þú ert kannski líka þeirri kynslóð sem aðeins vanar að sjá, sem ég og Ásgeir sáum held ég aldrei, sterkir kvenkarakterar til dæmis, og öðruvísi karakterar, svartir og allt þetta, sko. Bara eins og þegar Rey kemur hérna í Force Awakens, sem var mjög hressandi, sko. Já, mér fannst mjög skemmtilegt að sjá hana og og mér fannst svolítið leiðilegt að sjá, þú veist, ok, þetta eru kannski ekki bestu Star Wars myndir í heimi, en mér fannst svo leiðilegt að sjá hvað var mikið hatur á hana og maður spurði af hverju og fólk var bara eitthvað, kona aðalkarakter og Finn þú veist, það bara gleymt honum og svoleiðis, en málið að Finn var eiginlega bara svolítið eins og kvenmannskarakterar voru í hinum myndunum og maður svona, ok, en það svolítið ekkert alveg góð rök fyrir því af hverju þér finnst myndin léleg og svipa gerðist með Captain Marvel fólk segir já, hún er hrokafull og hún er alltof svona örugg með sjálfan sig og svoleiðis og ég bara ok, en Tony Stark svoleiðis hann bara kallar þetta svona og það normal sko. Já. Þetta er ótrúlega, það var líka geggjuð lína í Force Awakens ég manni þetta, þau voru eitthvað að hlaupa þarna Finn og ég held að hún hefði sagt við hann, will you stop holding my hand? Já. Þetta er bara svona þetta er mjög flott touch frá handritshöfundunum sko. Þetta er bara svona innlegg í umræðuna sko. Þessi lína sko. Þetta er geggjað. En kannski kjálfarið þessu bara með svona íslenska nördaheiminn bara, náttúrulega sást sýninguna á Netflix, Nexus fórsýningu, það til þess bara varðandi Marvel og þetta allt saman, þetta kallaður heimur, þá tala aðdáenduna, eða mikið að stelpum líka að horfa? Ég hef séð mjög mikið að stelpum og þú veist, mjög margar vinkonum mínum elska Marvel líka og svoleiðis og ég hef séð fullt á TikTok og svoleiðis, þú veist, fullt af stelpum sem alltaf að tala Marvel og fara í búninga og svoleiðis, þannig að ég held að sé bara svolítið svipa sko, í hversu margir, hvor elskar meira svoleiðis, ég held að sé bara búið að svipa sko, ég held að Marvel sé búið að ná vel bara til allra. En heyrðu, eitt sem ég ætlaði
Þú erum komið prop, sko, ég ætla bara, heimsvörnið. Gæti ekki notað þetta í síðast þetta, ég ætla bara að líma hérna, sko. Tröllatak, tónatak. En já, heimsvörnið, það sem var svona eftir formlega dagskrá með Spiderman og fleirum, sko. Já, þá spurðum við svona gesti annarkvort bíómyndir, ykkur á landakortinu sem eru handgengnir eða eitthvað sem tengist þeirra starfi og bara við byrjum á Birtu. Hvort viltu taka New York bíómyndir eða eitthvað sem tengir Nexus? Svoleiðis starfi. Ég var að hugsa já, söngleikjamyndir. Já, söngleikjamyndir. Já, enda betur auðvitað, tengt námi, það að gera. Já, þú varst að tala að það væri miklu meira söngleikjamyndir áður og það hefur verið miklu vinsælli þá. Ég held að það sé svolítið rétt. Sem pínu sorglegt, sko, þegar mér finnst söngleikjamyndir og þættir og svoleiðis bara allt rosalega skemmtilegt. Ég náttúrulega fór í söngleikjanám, þannig að ég hef mjög gaman að því. En eitt sem að mér finnst svolítið svona það sem Hollywood gerir oft með söngleikjamyndir að til þess að fá fólk til að horfa á myndirnar að þá taka þau fræga leikara, stór nöfn, en þessi leikarar kunna ekkert að syngja. Þannig að það verður svolítið svona ekkert það gott og fær svolítið svona bad rap og kannski það ástæðan af hverju söngleikjamyndir ekki að standa sér nógu vel í dag af því að þau eru að fá leikara sem ekkert að syngja nógu vel. Það ekkert hræðilegir, skilurðu, en þetta svona, það eru til dæmis bara leikarar á Broadway sem hafa gert bíómyndir líka, sem að syngja svo vel og svo bara, já, fengi einhvern annan. En hvar myndirðu ráðleggja fólki að byrja eða vill koma sér inn í til dæmis nútíma söngleikjamyndir? Hvað meinar ég? Já, bara ef þú vilt koma þér inn í svona nútíma söngleikjamyndir, hvað ætti fólk að byrja? Hvaða myndir fyrst mæla með? Sko, það er náttúrulega alltaf mjög auðvelt að koma sér inn í söngleikjamyndir með að horfa á Disney myndir, af því að það eru, þú veist, myndir með lögum, þú veist, þannig að það er söngleikja en það er ekki kannski svona overwhelming, en svo er líka mjög gott allt sem Lin-Manuel Miranda að gera, til dæmis það er bara upptaka af söngleiknum Hamilton á Disney, en svo gerði hann líka In the Heights sem var gerð af bíómynd sem kom út daginn. Hún er mjög góð. Já, einmitt, hún var mjög fín, sko. Það er svona gott að byrja þar kannski og Les Mis og svo leiðis. Allt svona stórar söngleikjamyndir er alveg fínt að byrja á af því að þar eru stórar myndir af ástæðu af því að þar eru vinsælar og svo getur maður dýft sem farið meira ofan í kannski eitthvað sem er ekki jafn vinsælt en er samt alveg gott. Þannig að Spiderman sjálfur var í Andrew Garfield vinur okkar var í hvað heitir hún? Tick Tick Boom? Já. Ég aftur að sjá hana. Sjá hana, getur það sungið? Ég er ekki búin að sjá hana, en ég heyrði að hann hefði æft sig mjög mikið og ég er mjög spennt að sjá hana. Og líka Tom Holland, hann var Billy Elliot þegar hann var lítill, þannig að hann kann líka syngja og dansa. Ég meina, þarftu ekki að kunna dansa til að geta ekki Spiderman? Er það ekki bara svona pínu svipað sport, sko? Já, svona dans og parkour og svona myndi ég halda. Allavega fimmleikar. En Arnar? Já, mér langar... Viltu taka skoskar bíómyndir eða tónlistarbíómyndir eða hvernig þetta er? Mér langar til að taka ég ætla að fara hlaði einhvern monólóg Corita, en ég ætla ekki að gera það. Okay. En hvet alla til að fletta bara þessu nafnu upp, Cori_Ita, fletta þessu bara upp og þið getur raunin bara dýft ykkur hvar sem er. En mér langar bara til að spjalla aðeins þætti sem ég verið að horfa á núna undanfarið, sem finnst ágætt að tengja inn í pælingar
sko vinsældir og að vera pínu edgy, sko. Það hérna þættirnir hérna Euphoria. Hafið þið séð þessa þætti? Nei, ekki það. Nei, okay. En ég hef heyrt mjög mikið það. Já, ég vil bara nefna þá að því ég bara að horfa á þetta núna og er þessuna ferskur. Hann heitir hérna Sam Levinson sem gerir þetta. Hann hérna sonur Barry Levinson, hérna leikstjóra. Og þættirnir talandi staðfærslu í Bandaríkjunum, þetta víst ísraelskt upprunalega, gert eitthvað 2012-13. En allavega, þetta eru klukkutíma langir þættir, það búin ein sería, 8 þættir, ein sería og önnur sería byrjuð. Og hérna, og ég bara tala þetta, kvikmyndir, sjónvarpsþættir, whatever. Og ef eitthvað þetta minnir mig, ég ætla kannski ekki að ganga jafnlangt að segja Twin Peaks, en hérna, þarna algjörlega verið að dansa á, þetta fjallar unglinga í menntaskóla, aðalsöguhetjan er mikill fíkill, eiturlyfja fíkill, besta vinkonunnar er trans kona, og þetta allt rosa svona modern, flottar klippingar, flottir litir, allt einhvern veginn gert mjög svona stylish, en allt í ykkur svona fáránlega góðum balans, sko. Handritið rosalega gott og mikill svona samfélagsspegill á það sem að gerast bara núna, hérna kynverund, eiturlyf, sko hver ertu og langanir og þrár, vel leikið líka, og ég bara svona gobsmakt af því að hérna það dóttir mín, 17 ára gömul, bara svona, var að tala þetta mikið, en ég viðurkenni, ég nú það gamall, að það var ekki fyrir sko jafnaldri minn frá Noregi, svona kvikmyndafræðingur, nefndi, sagðist, hafa verið með gæsahúð yfir fyrsta þættinum í annarri seríu. Þá loksins fór Arnar bara, ok, það var ekki nóg að hérna 17 ára dóttir mín var að söði mér, sko. Þannig að við höfum verið að horfa þetta saman og ég hef bara verið mjög hrifinn og einhvers konar innlegg í sko að þetta vinsælt, þetta virkar, en það rosa mikið substans í þessu sko. Af því að svo ég færi þetta síðan bara því við erum að tala Spider-Man sko að það blockbuster, en við getum ekki neita því að það substans í hérna No Way Home sko. Þannig minnst þetta bara dálítið merkilegt, þessi dans að þetta þarf að vera gott en líka einhvern veginn melodist. Þannig að kannski bara moral sögunar og bara jafnvel þáttanins að hérna feður, hlustið bara á 17 ára dætur ykkar. Það vita hvað það syngja. The kids are all right, sko. Nákvæmlega. Herru, bara góð lokaður, þannig að bara takk fyrir okkur og hérna sjáumst eftir viku og þá eru það bækur og eftir 2 vikur eitthvað annað í bíó. En bara takk fyrir mig, Birta og Arnar og bara fyrir alla sem horfðu heim í stofu eða hlustuðu. Takk. Takk fyrir. Og recording stop.